Jo, var nästan med. Ég bara heppin í dag. 7:49 flugtíminn. Gunnar mikill nákvæmnismaður. Jóhanna, Anton og nafna mín hún Anna. Við ætlum að leggja okkur fram í að gera okkur flugið sem þægilegast. Gerum okkur og byrjum bara á að takka fyrir hana. En það er búið að loka fyrir. Verið að klára að setja töskur borð. Þegar það er búið, ökum á staði á það flug. Og ég byrði ykkur því að festa sætisbeltin, hafa stólböld fótskemla og borð fyrir framann ykkur upprétt. Handfarangur best tengdur, farangur sólvonu fyrir ofan. Hjálpsbúnaður eða rafveitatæki fyrir ykkur að hafa slökkt á þeim meðan á flugið stendur. Jú, sjáum grannins fjöllin hérna. Fjöllin viðrildi. Já, það er bara það. Íslausir fyrir þér. Sér maður bara í blátt af við.
Við erum að græða rosalega tíma, er þið fattað þetta? Lent klukkan 1 á Kúbu. Já. Það er orðið mikið á undan. Eitt að staðartíma. 1 á staðartíma, já. Það er komið 5 á íslensku tíma. 1 Eða 5 á íslensku. Það er soðið. Tómatóttunum og með þá. Þetta verður stórkost og við munum skemmt okkur mjög vel. Ég er vön að ávarpa léttsveitina alltaf, alveg saman hvort við erum í strætó, rútu, á æfingum eða í flugvél. Það er stór draumur að rætast núna með því að ávarpa ykkur í flugvél. Mér langaði blandið að vera flugfreyja. Ég haf með allt og stóra fætur til að geta allir flugvél. Og ég myndi ég ætla að segja ykkur litla smásögu úr flugvél. Það var einnig að vél var að fara til Kúbu. Segir alltaf að tala ekki í mikrofónið. Jú, jú. Og nær. Það lögur ófriður þetta. Ég er alveg komið stífkramp að halda þetta niður í takkanum þannig að þeir láti mig vita ef þið heyrið ekki. En það var í Kúbu og það var buss og svo var páfinn og svo var líka vestan bæ, hann var í meðlandsskólanum. Og svo bara allt í einu er eitthvað að vera sinni flugvélina og þeir ætla að stökkva út í fallhlíð. Bara 2 fallhlífar. Og þá grípur buss fyrstu fallhlíf og setur á sig og stekkur út. Og þá er bara páfinn og drengurinn og vesturbærinn með. Þá segir páfinn, þú ert ungur á klífi framundan, þú skalt bara taka hina fallhlífina. Þá segir strákurinn, kallinn sem stökk fyrst, hann tók skólatöskuna mína. Heyrðu enn það í mér? Það var það fólk sem var leiðis í Kúbu síðustu viku. Allt í einu flugstjórinn er að tala til 7.849 fermetra hæð, eða hvað sem það segir. Fermetra hæð. Það var gott. Og veðrið er svona og við erum á þessu að tala og eitthvað svona, við sem eitthvað að segja þetta flugstjóra. Og svo og meinar ægilega upp og allir í vélinni halda eitthvað hræðilegt hafi gerst náttúrulega, flugrán eða eitthvað þess áttar. Svo kemur hann aftur og segir til hann hendi kaffi og í kjöldin á mér. Og þetta er bara að sjá hvernig ég líti út núna framan. Þá sagði drottinn minn, það er nú ekki að sjá hvernig hann líti út af framan. Aftan. Svona getur það verið. Og svo bara sagði viðbót. Það var þegar að frændi minn fór til Kúbu á nektarnýlendu, það eru nokkru nektarnýlendur þar. Og svo hann ætlaði að delja hann að láta frænda hans og móðursystur hans var mjög sár yfir hann að ekkert skrifaði henni og senda svona. Svo hún skrifaði honum og sagði honum að senda sér mynd af sér. Og hann tók mynd og af því að hann var ber á öllum myndunum og sendi helminginn til frænkunnar. Svo náttúrulega uppgötvaði hann að þetta var vitlaus helming. Og það var ítt í allir. En það var búið að gera og frænkan skrifaði honum aftur og sagði elsku klipptu að klæði svo illa þessi klipping. En
ég ætlaði bara að segja ykkur að ég hef fréttir af því að Castro er mjög spenntur að við komum. Hann fekk frí í vinnun í dag, raka sig og sæna sig og strauja skyrtuna sína og bíður spenntur nú þegar hann er á flugvelli. Það er ekki vitið dekkið hann en hann er þar. Og við erum náttúrulega bara spenntar en ekki sérstaklega spenntar fyrir Castro. En þetta verður mjög gott og við erum búin að læra frá spönsku texta síðan í morgun. Við erum búin að liggja yfir þannig þetta verður alveg óskaplega skemmtilegt. Og til hamingju með að fá að vera með okkur. Til hamingju Íslandi. Bara slökk á vélinni en ef hann getur það ekki þá við tökum bara eitt stolið stef eftir Tomma við okkar Tomma sem situr hérna frammi hylur snjó er þið tilbúnar? Hylur snjó Ferningarnir og skiptingin og jörðunum sko. Það er ekki eins og þú sér það ekki sverkanda og reglulegt eins og hinum við. Nei, það er alltaf eftir ríkar rafsvæðin á Íslandi. Já, alltaf meira með það vegun og hús. Og svona einn og einn bóndabær og virkar svolítið þurrt. Það er eins og það hefur verið þurrkar eða eitthvað, það er ekki mjög grænt sko. Já, það er skógur jú. Og byggðin þéttist hérna. Habana, líkar á Habana. Habana taka myndin? Jó, já, alltaf. Habana verður sko í flugvélinni og eitthvað tæki í gangi. Og það er höfnin bara. Eitthvað svona opið inn þarna. Og þéttist. Það er ekki mikið trafík á vegunum, það maður sér það er svolítið munur. Bara bensin. Það er einn og einn bíl að skrölda þarna til kvöldinni. Ekki farið bara í hausinn, í hausinn. Þetta eiga að meina getur að þvælast í einhverju litfrist. Það þvælir svo mikið á Íslandi, það er ekki langt lægi. Það er nú einhver skipan í henni. Já, það er engin sérstaklega mikið röðs hérna á vegunum. Nei, það er ekki trafík. Þetta var að sparlega með. Þetta fólk bara að halda sig heima, sko, ekki að þvælast.
Það er einn á uppbyggt að þvæla sko og bara rólega. Þau keyra sko á ökunum 80. Það er bara einn. Það er sko. Þetta er miljóna borg. Hvað er marga miljónir þetta var? Já, allir bækir. Hætti með lestin? Nei, ekki svo. Það er ekki nýmálaði þaukinn sem það er hérna. Nei, það er ekki verið í það í það. Þannig er rútuna á flugvöllum. Kælingin á, svolítið háa Þokkalega samt til. 30 gráður úti, kannski svona 20 heitinir. 25. Gæti verið það. Það er inn í borgina á flugvöllum. Allir dán hérna, sumur. Sovjetblokkinn var? Já, svolítið svona leika. Eitthvað hálfbrunnið og tómt ibland.
smákvælinn. Og það er betra check-in, sko. Gullandi músík. Það fyrir sig. Það er bara í smók svona, svona næsta stressið farið, sko, og þá bara sest niður og tekið svona smókur. Og var búið að afhenda herbygginn og það er ekkert framöndan nema svo í baðið eitthvað, músík hérna. Hann var komin í hótelið og það er svona í hærri klassanum, myndi ég segja, sko. Ég ætti að koma aftur í rúminu, eitthvað. Allskyns hýnir hér, það er vatn og horfþurrk, baðinu kannski svolítið, sko. Það er nóg pláss. 110 hérna, sko. Og mikið skambar. Þetta er 5. hæð, sko. Bakgarðurinn er frekar ljótur, sko. Allt er í kring, svona frekar slöfið. Það er byggingarinn sem tengist þessu hóteli, Hótel Lítre. Það er eins og myndir bara því. Það tóku hótelið og eitthvað hérna, sko, hérna. Það er að slappa af hérna, sko. Og hérna það er svona hetjusögur fyrir foringjanum og fleirum. Það er fyrstu móarnir hérna, móhýdóti. Það er svona bjöflendi músík. How much is it? Svo er spurningi hvernig er bragð þetta. Lítar það því. Henni veit einhverjum, dagdýrin, ég kann ekki alveg að... Það er svo mikið sykur. Ég syns svona hýna på laget. Tomma þetta hérna. Þetta er dýrin. Ekkert alveg, sko. Það er bara komin í hundægi eða eitthvað helviti stressað. Þetta er ekki hægt, sko. Það er svona smá sárabót, það er hérna lötu leigubíl. Estaban bien vestidas, ella también venía moda de mar. Entonces le dijo, oye, ¿qué? Promenaði hérna meðfram strandinni.
Þetta er nálægt hérna ladan. Svona hjólataxi. Þetta er mjög tætt hérna. Enda staðinn. Þú þátti ákveðið því? Það er lagan í bæinn. Já. Það var í tófstuði. Skeið. Ok. Það er gullandi dræfið. Henni ekki eitthvað að halda í glas. Sveit, það með að drekka saman? Allir fín. Það var fulla í því sama á Kallingari. One daiquiri, one coke. 9. Drefur henni ekki? Listaverkabúð. Þessi gata þykir nokkuð merkilegt. Þetta er alltaf minjaskrá og svona. Það byrja að laga þetta. Mikið nalli. Ögulegt. Það var nú að taka á okkur hérna. Það var það ekki. Bara vext þarna upp á gáðisinu. Viva la mamá! En síðan það náist.
Þetta í morgunverðum. Fólk að borða þetta. Það taka hring á matn og eftir, labba þetta hring. Það er aðgræslega hérna. Rendi hérna yfir matninu. Ég setja bóttum hérna. Djús í rauðin. Allsins salvöld. Það er sérflega gjöfnilegt. Bröðsturna flokkar hérna. Magna. Útslags fiskur sem það er. Það er gaman það. Slakk nú. Það pakka þessu. Það hræra á bananur. Okay. Það er spæla egg hér alveg það. Kostar 950. Hér er baki pannukókunum. Þetta er eitthvað tunnulegt. Það er vöfflurinn hér. What's the name? Pancakes, crepes. Okay. Hér er nóg af brauði. Þetta er svona bakkelsi, sko. Þetta er sykraðar. Það er með kaffinu. Svo er brauðristinn svona á dýragerðinni. Það er hérna færiband sem verður í gegnum. Þetta er inni með henn, rista á vind. Það er komst hérna í vatni. Hérna er ykkur slags jógurtir. Það er ekki skortur og gastró hér. Það gæti verið annars. Þetta er að smerta á þessu spennis. Skilur upp með þetta. Það er morgun í Havana hérna. Það er búið að flagga hérna í næsta garði. Það er nokkur hótela með grimmur svakalega, sko. Svo vinnum hann að láta á sig eitthvað. Eitthvað kælipress í gangi þetta. Yfir á Hawaii. Svo er höfnin hérna. Það er ég heldur ég að klára þetta gamli bæinn. Fóðu hann í gær. Þingúshæðin, hérna stælingin á Hvítárvatni. Eitthvað minnismerki hérna. Ég er á 5. hæð hérna á Havana Libre. Svo ég er í 20. hæðin. Það er eitthvað lágt. Þannig að þetta er nú tekn hendur klukkan í ásunni. Hann er ofar 19. Svo er þessi hæð Castro. Það eru tveir góðir. Þetta er svo að það sé einhver reglur um hvað getur hægt síðan? Nei, ég hugsa það sé sko eins og í Rúski, sko. Það er bara frúkast. Hey, give me!
Já, hann næri ekki sem kú. Kommer út á götu. Þetta er óskapbrunnur, hefur kona í giftingu og huglegginguna. Trúlega sko verður hún óskað þess að maðurinn sé almennilegur. Það er ekki að berja hann þar. Það verður í lagi. Ekki? Það er ekki breytt eitthvað? Hún er ekki breytt? Jú. Það er skýta korðinu aftan á. Það er. Strætó. Það er Orkuveitan, hafa hana. Hérna vantar sko Alfreð. Taka til. Þetta er dísillið hana. Já. 53 hérna, það er eitthvað tröbbul í bensíninu hérna. Þannig að dælu. Það er ekki að taka bensín og komast loft inn á kerfið sko. En þetta lítur nú vel út sko. Það er bjargað sér. Okay. Ég er þannig hérna með rauðarkrossmerki. Ánægður með þetta. Hérna er gefandinn, Sveinn. Ég þori alltaf sko út af sólinni. Það er rafmagnið, það er ekki bara vegnaður. Síminn. Sveinn að hengja orður hérna börn. Endurskinsmerki frá Rauða krossnum. Það er eitthvað lækið hjá honum. Bon. Gracias. Það er svona orðin gammal. En það er fucking stísiveldur hérna. Það er svo lagandi. Það stofa hérna. Allar í stuði sko. Það er vítis. Það er að bjóða okkur hérna klippingu. En það er ekki hvort það gengur sko. I don't know. Maybe. Það er komin í klippingu hérna kallinn. Og það er alveg. Ekki veit. Það er hérna nógulega brennið.
Börnum hvað var gaman. Það stóðu stúlkunum hérna að borða páskaeggi með okkur hérna. Líst vel á það. Þetta er listaverk hérna. Hún hefði verið að vera með myndar. Hún er svona minningarbrot. Hver ferð borgina, hún færi mann eitthvað slíkt. Og þannig að ég hvet ykkur bara til þess að vera vel á varðbergi og fylgjast með því sem þau ykkur með. Nú, þetta er höfuðborg Kúbu. Hér búa rúma 2 milljónir og borgin er náttúrulega stofnuð hér upp úr landafundunum miklu. Kólumbus kom hér í fyrstu ferð sinni til Ameríku 1492. Það heitaðist mjög að fegur þessari eyju. Síðan var þjóðin að setja sér að Spánverjar en hún hafði í sjálf sér takmarkar aðgótt af því að það var ekkert silfur eða gull. Þannig að það var ekkert miklu að slægjast, þannig séð. En þá var hér mikil uppbygging í Havana. Það skýrist af því annars vegar að þessi uppbygging Havana er að hafa það í huga hvernig höfnin er. Innsiglingin í höfnina og höfnin sjálf í Havana. Þetta er svokölluð Bolsa-höfn, Bolsa-Bolso. Þannig að ef þið ímyndið eitthvað þið væri að blása í pokan, þá myndi þið svona stút hann og svo opnast sem sagt ákveðið umhorn fyrir innan stútinu, eða svona eins og Martius rósavinsflaska. Höfnin í Havana er eiginlega þannig. Það er mjög þröng innsigling og svo opnast gríðarstórt atvinnusvæði þar fyrir inn. Þannig að það var mjög gott að berja hana og veit ekki af því að það voru náttúrulega stöðugar árásir og aðsókn sjóræningja inn á svæðið því að flotinn safnaði saman hérna í Havana til þess að sigla yfir hafið til Sevilla með auðæfin úr Vía heiminum. Menn voru þá að greiða hér skatt og skyldum beggja vegna hafsins, söfnuðu saman til þess að verja sjóræningjum og svo að farið yfir Atlantshafi. Hún er stofnuð 16. nóvember 1519 borgin og það byrjar mjög mikil uppbygging í kringum höfnina eftir 1595 eftir árás hollenskra sjóræningja. Þeir munu sjá það að þeir við öllum það framhjá í dag hvernig menn hafa byggt þetta út frá svona með varnarhagsmuni að leiðarljósi. Síðan var gerður heilmikill varnarveggur umhverfis borgin. Þannig að krafturinn í borginni og þessi gamli hluti, það er ekki bara síst þessu að þakka að menn voru að sigla með auðæfin úr Rómönsku Ameríku yfir til Spánar. Þetta er það sem að maður nýtur góð að horfa á og fylgjast með þegar maður fer borgina. Það er alltaf þetta þrungið bæði af sögu, arkitektúr og byggingarlistasögu. Það er fyrir þetta ótrúlega að sjá. Þetta er auðvitað tónverk. En við byrjum á byltingatóninn. Það er augljóst mál að við erum hér í landi þar sem að lífið snýst byltinguna og við erum að komin hérna upp á byltingatorgi. Þið munum sjá að það er heilmikið minnismerki hérna sem verður við torgið. Það er þar sem að Castro stendur undir styttuna af José Martí og heldur sína ræðu, til dæmis á 1. maí og öðrum tyllidögum. Og þetta hérna minnismerki, þessi stytta José Martí, þetta hefur allt mjög mikla þýðingu. Þannig er að José Martí, þess að fara bara hratt yfir sögu, hann er nokkuð svona Jón Sigurðsson eða hérna Kúbu. Og hann er frelsishetja allra Kúbubarna, hvort sem það er hér eða Kúbubarnir í Miami. Og hann er fæddur 1853, 27. júlí og 27. júlí er lykil dagsetning í kúbanskri sögu núna samtímasögu. Hér á vinstri er innanríkisráðuneytið með brjóstmynd af Che Guevara, þarna stendur fram til sigurs ætíð, hans frægustu slagorð. Út hér til hægri sjáum við þennan minnisferðin José Martí. Við sjáum það eru kastarar og síðan hátalara víð og dreif hérna torgið. Nú við erum svo með samgöngu og samskiptaráðuneyti hér framöndan og hápröfu þjóðarfólkið hér beint framöndan og þjóðarleikhúsi hér á bakgrunn.
Og þessi turn, minnisvarði José Martí, reistur 1953 í stjórnartíð Batista. Það var byrjað að byggja með því lauk 1958. Og fyrsta tilraun, sem sagt Castro og félagar til þess að starta byltingu átti sér stað á 100 ára árstíð José Martí 1953 í Santiago de Cuba þann 27. júli. Og byltingarhreyfingin hét það, sem sagt Movimiento 26 de Julio. Byltingarhreyfingin 27. júli, fæðingardagur José Martí. Þeir munu sjá þessi merki mjög víða, svartir og rauðir fánar, og svo mynd af José Martí og styttur í öllum skólum á Kúbu og í hverjum bæ, hverri borg eru minnisvarðar það fór fólk þarna upp að styttunni í morgun og það var til ræðu þetta borga einn Esoa fyrir. Ég man það að það var stugga við Sigga Hall þegar hann var þarna og var að sprella. Á bakvið þessa hennar minnisvarð, hennar turn, þar eru skrifstofur miðstjórnar kommúnistaflokksins og skrifstofan hans Castro handamið og þarna hægra megin. Bakvið turninn hægra megin og aftamið, sem ekki hérna á framhliðinni. Og ég einu sem lenti því að hann ók fram hjá hér í bílalessinni og þá var ég að segja svona frá og svo myndi samt og þarna á vinstri sjáum við Fidel Castro. Það var mjög skemmtilegt, en það gerist nú ekki hverjum degi. Klukkan núna 10 mínútur 2 og við tökum 15 mínútur hér. Þið getið geymt verðmæti hérna í rútunni, myndavélar og pókrana. Luis vel traustur bílstjóri og hann mun fylgjast með Foringjarnir saman, og súmmaði inn á hann sko. Það hnefinn á stig og Jón Sigurðsson kúpumaður þarna bakvið. Martí. Það á byltingatorginu. Það er góður, þetta er gott fyrir kosningarna. Það ég hérna yfir. Og þarna er sjálfur foringinn hérna. Iðnaðarráðherra Kúbu, Che Guevara. Hann var svo heppinn að deyja ungur. Það er ekki allir snáð því. Það klæðir hann okkur vel. Það er svipur með þeim. 8 tíma að ræða sko. Það er nú... hann er ekki lengi að renna því einhvern veginn. Já, 8 tíma, ég reynda. Lítur fólk sem eru hér á hægri, þannig að það er eitthvað að byrja að reisa nýjum húsum. Maður hefur ekki séð það lengi. Það var rosalegur uppgangur í þessu rétt eftir byltinguna. Menn voru að taka fólk úr pappa þessa húsum og annað og setja þær yfir í svona hálfgerða Breiðholtsblokkir, alveg þetta ákvæðis góðar blokkir, mjög stórar einingar og gríðarlega stóra blokkir með mörgum litlum en góðum íbúðum. Og ef þið farið undir höfnina, innsiglingunni í Havana, og farið í austur, þá verður þið að koma í átt að þessum blokkum sem voru reistar eftir byltinguna. Ernesto Garcia. Þessi hér tók átt í frelsisbaráttu. Sjá að hann er hann upp á hestinum og baráttu fyrir frelsi hérna yfir. Hann er ekki prjónandi hesturinn hans. Við skemmst það fyrir þá hann er ekki dáið í óvistu. Ef að menn eru á prjónandi hesturinn þá er það fyrir að hann hefur fallið í... Þetta er fánandi sem hann á spáðið. Í óvistu. Sjáu þið hérna framöndan svarta fánaborg sem glittir í hérna til hægri. Hvítar stjörnur og svörtum fánum. Þetta er nýjasta listaverki sem er búið að reisa upp beint fyrir framan Hagsmunaskrifstofu Bandaríkjanna. Og rátti hér Hagsmunaskrifstofu í tíð Jimmy Carter 1978, en annars fer sveistanska sendirin með sendiráðsmálefni Havana, Bandaríkjanna og Kúbu. Og þarna haldaði lengst út á sjóndarinnu að sjá þessar blokkir sem ég var að tala um. Þarna voru byggðar þessar blokkir á sínum tíma. En þessi sem er búið að byggja núna heilmikinn mótmæla vettvang fyrir framan Hagsmunaskrifstofuna sem við munum keyra núna framhjá og það var byggt í kjölfar Elian González málsins. Við megum ekki stoppa hérna. Við megum ekki að stoppa hérna af öryggismálum. En sjáum við hérna út til hægri. Þar er ansi fyndið skilti sem ástendur Señores imperialistas, no tenemos absolutamente ningún miedo. Það er hérna
Sámur frændi á móti kúbanska hermennum og svona eins og hálfgerð gríla. Og þetta stóð beint fyrir framan lasturunarskriðstofu, þetta skiptaði sömu tíma. Herra imperialistar, við erum sko alls ekki hræddir við ykkur. Og við erum svo bara að lesa þér. En núna er búið að setja þessa svörtu sorgarfána og þeir hafa verið ansi harðir í að tala Busse, morðingja og fasista og sjá að hérna vinstra megin. Hann einhver að búið að setja upp alls konar svona blögg og skilt og senda mönnum tólinn. Þeir eru ekki reyndir á honum. Og þetta hefur spilast rosalega vel upp í hendunar á Kastrup. Hann getur alltaf sagt að við erum eitthvað allt gánum og hérna í tómfættum. Þetta er bara hérna á eigin. Þessir fánar eru það nýjasta. Og þetta er bara byggt hérna beint fyrir fram. Þetta sjáum við þjóðarskjöldin bandaríska hér á skrifstofunni. Og ég hef einu sinni komið á mótmæli hérna. Það var heilmikil stemming og svona 17. júlistemming. Og en þeirri Moskva, það er Che Guevara. Patria og muerte, eins og hann sagði líka. Föðurlandi eða dauði. Hér voru mest 2 milljónir þegar Elian González-máli stóð sem hæst. Framöndan á vinstri hönd munu Akafrani og minnisvarði þá sem fjallu þegar yfir að deila. Herskipi sem að við vorum bara hérna á Bandaríkjunum og varð ástæða þess að Bandaríkjumenn réðust hérna inn á eyjunni. Og svo á hægri hönd verður Hotel Nacional sem við sjáum frá Hafða Líbri, þeir sem eru með útsýn út af sjó. Já, hérna er þessi, þetta er nýjasta styttan á Osevatí. Hún er sett upp á svona brotnu steini sem á að vera mjög tákgrænt og þetta er ný styttan. Og þarna er sagt að hann sé að halda syni sínum í fanginu að mönnum þótti vangasveikurinn mjög líkur Elian González. Þarna verið að benda á söldutólkina, en svo er sagt í gríni hérna hjá kúbunum að hann sé að segja hey, hérna, landvistarleifinleikar eru þarna. Það er svona brandari sem gengur á göttunum. Nú Al Capone, hann átti í þessu hóteli hérna og það var opnað ég man rétt á nýjasta 1936. Það kom náttúrulega sko í kjölfar bannárunum, þá verður menn að fara eitthvað til þess að komast í Savan og Kúba var náttúrulega bara næsti bær við Bandaríkin og þar með fór að staði saman sem er bara fjárfest í hótel og spilavítum annar og mafjósar frá sem sagt New York Chicago, náði hér miklu vítökum. Þetta var svona aðal partí í borginn á sínum tíma og er svona, og maður sé þetta alveg í hendi sér hún eftir að verða. Ég fór eiginlega bara ekki að spá í það hvernig þetta mögum breytast þegar Bandaríkjamenn fara að flykkjast hingað yfir og krakkarnir að koma hingað í spring break og allt annað. Og þeim kvíða því sjálfur, þeir eru sér ánægðir með evrópsku túristana. Það er mjög gaman að koma inn í garðinn á kvöldinu, það er frábær veitingastöður á Nacional. Það er að segja hann er mjög glæsilegur og miklu íbúðir. Fólk svona er síðan misjafn ánægt með matinn, ég er alltaf volið að hrifna þessu. Þetta er krakkarnir að baða sig í fossinum. Það er bara svona eitt af þessum augnablikum sem ég nefndi á, maður er alltaf að sjá þetta. Við erum bara að hafa óskum gott. Það eru 350 manns á borði í þessum strætisvagni sem er hérna á hægri hönd. Þetta eru Wawa. Allir hérna. Nei, það er spekilegt ég ekki þeim. Hérna er La Rampa og hótel okkar hafa hann í Líbri hér uppi til hægri. Nú, við munum sjá hér stórhýsi, mikla byggingu til hægri, rétt á eftir. Það er aðalsjúkrahúsið í Havana. Þetta var byggt sem seðlabanki. Che Guevara var iðnaðaráðherra og seðlabankastjóri hér. Hann var jafnframt læknir og hann sagði að það væri algjör óþarfi að hafa svona mikla og glæsilega byggingu í seðlabankan. Og hann breytti seðlabankanum í sjúkrahús. Hérna er fýtt bar hérna. Forsendahöllinni var breytt í byltingasátt og verðbréfahöllinni var breytt í efnahagsskóla eða efnahagsstofnun sem lærði massíska hagfræði og fleira til, þannig að þetta var svolítið gangið. Það var verið að opna það sem áður var lokað, það var verið að opna fyrir almenning. Hérna er Antonio Maceo á hægri hönd og hesturinn hans er prjónandi, hann féll sem sagt Jórestur. Einn af frelsisetjunum úr stríðunum frá undir lok 19. aldar. Stjarnan er einingastjarnan kúbansku þjóðarinnar. Fáninn kúbanski var fyrst dreginn
hérna að hún í Cardenas árið 1856 held ég að sé. Og menn hafa eiginlega notast við þennan fána í þessari gerð síðan þá. Nú hér erum við að koma að svona því sem að í framtíðinni mun alltaf vera glæsilegasti hluti Malecón. Það byrjað að byggja hér upp og það verður mjög spennandi að sjá hvernig menn